Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Þú situr hérna og maular á hvort borðar pulsur eða pilsur? Það fer eiginlega eftir bara degi, stundum segi ég pilsur og stundum segi ég pulsa. En ég held ég sé meiri pilsukall. Þú varst mættur klokkan 8 í morgun og núna erum við rétt komnir yfir hádegið og þú ert búinn að torka 15 stykkir. Þetta hérna er 15. pulsan og hún er búin að vera núna, hvað ég segja, 20-25 mínútur niður. Þetta er að hafast. En hver er ástæðan fyrir því að menn að úða í sig pulsum bara á þessum, þetta er ekkert sérstakur sumadagur? Nei, ég er nú ekki að gera þetta heima minn af því ég elska pulsur. Mér finnst pulsur fínar en ástæðan fyrir þessu er að ég tapaði í Fantasy. Ég er hérna í áskorun frá vinnunni. Við erum með Fantasy-deild og ég tapaði fyrir síðast tímabil og refsingi var svo að ég þarf að vera hérna í 24 tíma en hver pulsa sem ég borða tekur klukkutíma af. Þannig að þú ert búinn að losa þig við 15 klukkutíma? Ég er búinn að losa mig, 15 klukkutíma og það er nú bara, það er geggjað sko. Þannig að ég þarf þá bara að vera hér í 9 tíma nema ég náa mér í kannski bara aðra pulsu og kemur sér í 16 tíma. Þannig að við erum að tala um það að ég þarf að vera hérna til þá 5 eins og staðan er núna. Og hvað heldur að það taki langa tíma að afgreiða þessa síðustu 9 svona svo þú þurfur ekki að vera hérna fram eftir öllu? Miðað við hvað þessi var lengi að fara þá gæti kannski, ég gæti torkað þessum 3 pulsum á næstu 2 tímum. Þá gæti ég losnað hérna kannski 4. Ég er að fara á vakt í kvöld, þannig að ég verð að vera komin burtu fyrir 7. Og hvað færðu þér á pulsuna? Það er það besta við þetta, það voru engin skilmálar í því hvað þarf að vera á pulsunni. Þannig að ég hef bara tómatsós og sinnep til þess að hafa smá blautt í þessu til þess að ég komi þessu niður. En svo pröfa ég kannski svona ef maður getur. Alveg síðasta pulsan, þá kannski verður hún með öllu. Það voru jólin, það var svona jólin í nóttin? Já, það var smá jólin og þá kannski verður ein kók með. En hvernig er þetta að ganga? Þú lýstu þessu svona, þú byrjaði bara strax í morgun hlýtur að vera að reyna að vinna þér einhverja klukkutíma? Já, ég var mættur hérna bara strax eftir vakt í nótt. Við erum komin klukkan 8 og fyrsta pulsan bara var tekin korter yfir 8. Ég skellti mig bara upp smá svona station hérna og ætlaði að vera duglegur að læra og læra á meðan ég væri að borða. Svo eiginlega svona þróast það að ég var komin á 50, 70 pulsu og það var orðið svolítið erfitt að hafa einbeitingunni að læra. Svo var komin hérna gestagangur og vinirnir úr vinnunni og svona. Er allir að hlæja þér eða? Já. Þetta er náttúrulega bara húmor í þessu en þetta er líka smá support. Þetta hjálpar svolítið að maður sé að fá félagana og grípa eina pulsu með kallinum. Og þá svona líður þetta hraðar. Eins og mér finnst nú bara, nú klukkan orðin 2 og ég er búinn að vera í 6 tíma og mér finnst það búin að líða anskotið hratt. Þannig að þetta er alveg allt í lagi. Samt að borga út úr eigin vasa líka? Nei, bæjarins bestu, þeir eru að styrkja þetta. Þeir komist að þessu og vildu endilega fá að taka þátt. Og í staðinn þá er ég bara svona duglegur að henda smá Instagrams-póstum. Ég er nú ekki mikill samfélagsmiðlastrákur en ég reyni svona að setja eitthvað út og ég er bara mjög ánægður með það að þeir séu að styrkja þetta djók. En ertu mikill pulsukall? Já, mér finnst alltaf gott að fá mér pulsu og svona hafa hana alvöru, þá er það pulsa með öllu og kókumjólk og svona en eftir þennan dag þá held ég að verða eitthvað tími þangað til ég fæ mig aftur pulsu. En hvað, er einhverjar fleiri svona refsingar í boði eða? Herðu, já,
fyrst þú nefnir þetta, þá tapaði ég fyrra líka. Og þá var refsingin mér svo að ég þurfti að fara í spreytan í Reykjavík. Og var settur í, já ég veit það ekki, 4-faldan eða 5-faldan spreytíma. Og ég kom út bara jafn appelsínu gulur og forseti Bandaríkjanna. Og ég ætlaði mér náttúrulega ekkert að tapa aftur en úr því var það eins og að ég tapaði aftur og tek þessa refsingu. Þannig að markmiðið fyrir næsta ára, þá ætla ég að setja heljarinnar refsingu fyrir næsta ár. Og eins gott ég tap ekki þá. Ef ég verð með þar að segja, ég er greinilega ekki góður í þessu. Ef við ekki að kíkja og fá okkur að Herru, skellum okkur og fáum okkur pulsu. Er það ekki? Jó. Hi. So let's go for 2 more. 2 more. Yes. Alright. Same with ketchup and mustard. Alright. Okay. Just with ketchup and mustard. Yes, please. Thank you. You good? Yes, I'm good. Alright. It's gonna take a little time to eat it, but For sure. skellum okkur í þetta. Bara þessi alveg eins og allar hinnar 15. Nei. Verða betri með hverri eða? Nei. Það er ekki. Maður lætur sig hafa þetta. Þetta er alltaf gott. Ég segi það ekki. Here you go. Thank you so much. Good luck. En við höfum bara gaman af þessu og við klárum þessa Er þetta refsingu. að panta 2 þegar þú ferð hérna í potinn? Herru, já. Ég setti það bara markmið. Það er 2 pulsur, hvers skipti sem ég fer. Og þetta er búið að líða aðeins lengra á millun okkar núna. Ég var að taka þetta 2 á 20 mínútna fresti. Þetta er orðið núna svona 2 á, já, hvað ég segja, klukkutíma. Þannig að núna hefur við komin í 16 og 17 hérna. Þá erum við að nálgast markmið. Markmið mitt var nú að reyna að klára þetta fyrir 2. Þá ætla ég að taka 18 pulsur á 6 tímum. Ég veit ekki, Hilmar, það er séns. Það er séns. Það er komið svona metnar í að ná að klára þetta. Það hefur verið verra ef þú hefur bara haft ekkert dálæti á pulsum og þurft að sitja hérna í sólarhring. Það væri galið. Það væri galið. Það er mjög leiðilegt. Sem betur fyrir þá finnst mér pulsur mjög fínar. Það er mjög erfitt að klára þetta. Er ekkert betra að skóla þessu niður með gósi eða? Nei, ég er búinn að vera alveg laus við gósi. Ég tók svona hálfan gósi hérna aðeins til þess að byrja inn, en það er bara vatn. Það er að nota vatni, það er svo mikið salt í þessu. Og ég er svona aðeins búinn að kynna mér þetta. Þetta er, við talum um hvað, 6.500 kaloríur, 7.000 kaloríur ef ég tek 18 pulsur. Og svo mikið salt í þessu. En líka maður gæti verið svona 3 sólarhring að bara losa sig við það bara með bjú og eitthvað rugli, sko. Þetta er dúknað aðeins út, Já, ekki bara út af pulsunum sem slíkum. Já, ég held bara verið bara bjúurinn, sko. Þannig að maður er í smá átaki núna og ég held að viktin er aðeins eftir að stríða manni á næstu 2-3 daga. Þannig að, en það verður bara að vera þannig, maður verður bara að vera duglegur að taka auka æfingar. Þetta er rosalega erfitt tímar. Oh my god. Það verður langt þangað til að gera þetta aftur. Ég mun aldrei gera þetta aftur. Aldrei. Og ef ég tapa næsta ári, þá held ég verið bara að hætta í vinnunni eða eitthvað, sko. Þú veist, ég er bara, ég get ekki, þú veist, Þetta er svolítið mikið. Já, það er bara að halda áfram. Var þetta auðveldara í hugan? Svona þegar þú hugsaði verkefnið í upphafi? Já.
Ég var búinn að svona aðeins að, ég var náttúrulega stressaði fyrir þessu. Ég borða vanalega ekki meira en svona 2500 kaloríur á dag, svona give og take. En hérna, og ég var búinn að kynna mér þetta væri eitthvað svona 6500, 7000 eitthvað kaloríur. Og ég var svona pínu stressaði fyrir því. En ég held samt að þetta ekkert mál þannig að sé, sko, þetta væri. Það eitthvað svona eins og kraftajöfnar að taka fyrir svona stóra keppnir þar sem að massífu bröði í gangi. Já, ég held að þeir sé að geta bara 8000 kaloríur á morgnana, sko, morgunmat. En ég ekki það. Þú mátt ekki fara út og taka hring og... Jú. Já. Ég má alveg verið hérna, þú veist, ég má bara ekkert vera að fara neitt, sko. Racingin var þá, bara verið hérna við sjoppuna. En ég alveg að taka hérna út og ég búinn að taka nokkuð sinnum hreyfingu til þess að koma meltingun á stað. Og hérna, en annars ég bara að sitja hérna bara í mínu horni og reyna að klára þetta bara eins hratt og ég get. Og við erum nú að klára pulsu 16 hérna. Það má ekki bjóða pizzasneið með þessu eða? Nei, alveg ómögulega. Og það myndi ekki eins og telja niður því að racingin var að verður pulsa. Ég má ekki fara í brauðstangir eða pítsu eða eitthvað annað. Það verður bara að vera pulsa. Það var pulsa 16. Nei, 17. 17? Það er rétt, 17. Telji þetta fyrir þig að þú hafa það ég er farin að bara, ég held ég sé fá rugluna, sko. Jesús minn. En það er samt svona gaman að, þú veist, það er miklu skemmtilega að vera sá sem að tekur á skari heldur en að vera eitthvað að fela sig og ekki taka refsinguna, sko. Það er... En máttir eitthvað velja dag fyrir þessa refsingu? Já, það hefur verið þannig að þú... Já, ég mátti það. Þannig að þú gast verið svona þokkalega undirbúin fyrir þetta? Já, ég ákvað bara að velja. Ég var með svona tvennt sem ég var alveg búinn að ákvaða. Ég ætlaði að, það var númer 1, ég ætlaði að velja dag sem að væri einmitt svona veður. Það væri rigning og leiðilegt. Því að það er mikið að gera heima líka. Ég er að fulla að mála húsið og inni og smíða og eitthvað svona. Og svo er ég í 2 vinnum. Þannig að það var ekki mikið af dögum sem ég gat valið. Og ég ætlaði þá alls ekki að fara að nota daga sem væri sól og flott og ég geti verið að vinna heima. Þannig að þetta var eiginlega svona tilvalið að velja svona dag. Og svo hitt að það var ég ætlaði að reyna með þetta að ná þessu þegar ég væri akkurat á svona hoppið, þú veist. Ég væri að koma á næturvakt og væri svo að fara á næturvakt. Þá gæti ég bara klárað þetta, haldið bara fram að svo vinna bara í kvöld, svo er ég bara komin í frí. Þannig að þetta var svona eiginlega besti dagurinn. En þú nær ekkert að leggjast á meltuna þegar þú mætir í vinnuna? Nei. Það var bara beint í action. Það var bara að henda upp einhverja æfingu fyrir strákana og hefna mín. Afsakið. Það er hérna... Svo er náttúrulega líka sko annað að ég er að fara að gifta mig í ágúst, sko. Þannig að þetta er svona pínu svona skellu fyrir það líka, sko. Það er að fara að gifta sig 15. ágúst og vera að fara að gúffa í sig einhverja 16-17 pulsur hérna. Þú passar það kannski í jakkafötin? Já, ég ætla að vona það. Ég ætla að vona að ég verði ekki að þurfa út sprengdur að bjúa eitthvað ég komist í fötin, sko. Já, jú. Það er nú alveg 40 dagar í þetta. Maður hlýtur nú að geta brennt þetta. En eru félagarnir þá búin að fara og stekkja þig eða? Nei, En er þá hægt á að þið komið með þig hingað í pulsu? Oj, ekki segja þetta. Og ekki að planta hugmyndum? Nei, ég er nú bara fyrst að vona að það bara svo sé ekki. Ég var búinn að banna það. En jú, ég þekki nú strákana og maður býst nú við að maður verður nú einhvern tímann gert stekkjaður. En Jesús minn, ef að Hilmar, ég held að það gæti alveg fara svo að þeir eftir að láta mig éta einhverja pulsu, sko.
Þetta er mjög erfitt, mjög erfitt. Ég mæla ekki með þessu. Ég mæla ekki með þessu. Þetta er að hafast, pulsa 17. Það hefur 10 mínútur til þess að taka pulsa 18, þá má ég fara kl. 2. Það er bara gott markmið. Oh my god. Ég var mikið hress að ég kom kl. 8. En hvernig ákváðu þessar refsingar? Það voru nú, við erum 11 minnum eða 12 sem erum að spila þetta fantasy uppi á vaktinni minni. Man nú ekki alveg hver það var sem að koma með hugmyndir að þessu. Það verið svolítið mikið bara svona samtvinna sem að svona safnaðist í að þetta verið bara geggjuð hugmynd sem var bara svo samþykkt. En þetta liggur fyrir löngu áður heldur en Já. úrslitin hérna ráðast. Þetta kemur í raun og veru bara alveg í byrjun. Bara þegar við erum að byrja þá hendum við út refsingu á þann sem að tapar. Og svo er svona peningaverðlaun fyrir það sem við vinnum. Við leggjum í pút. Fyrsta og annað og 7. sæti tekur í raun og veru úr þessum poka. Og síðasta sæti, 12. sæti, það tekur refsinguna. Oh my god. Þeir eru einmitt búin að kíkja. Já, flestir af úr sem eru með mér upp í vinnu. Þeir eru búin að kíkja hérna og fá sér pulsu með mér og hlæja smá og það er bara gaman.